Góðan daginn YouTube. Þetta skil ég ekki hvað ég þreytt núna. Ég sofnaði svo allt og seint í gær og svo var ég alveg rumsknokksem í nótt. Skincare is on og outfit. Shorts fyrir heitan tíma. Og svo ætla ég að vera í græna peysu yfir hvað hún er svo kalt. Ég þarf ekki stað eftir korter í heitan tíma. Dina allir minnar, ég veit ekki alveg hvernig ég mætti senast til hennar. Ég held ég að senast mætti til hennar fyrir svona 4 vikum. Ok, þessi peysa er ekki að gera neitt fyrir mig í dag. Ég þurfti að bruna út bíl út og ég er að verða sein ef ég legg ekki stað right this minute. Ég er búin að vera mjög lítið í Nokkáinu senstu mánuði. Þetta er Stellar Blend sem ég hef ekki eins og smakkað. Ok, ég mun ekki neglur í fyrsta sinn í bara marga mánuði. Þær duttu af en ég er svona semi-reiðar líka af og ok, það er ekki neglunar sem eru viðkvæmar en fingertips eru fucking, mér er svo illt í þeim. Bara ef ég rétt svo þú þrýsti á endan á puttanum mínum. Ég veit ekki hvort það er mér að kenna gömlu nöglunum að kenna en allavega vákvæður erfitt að fara að opna þetta. Taste test. Ég veit ekki hvað málið er, ég veit ekki hvort hann sé ekki nóg kaldur en mér finnst hann eitthvað off. En drekka hann samt af því I need caffeine. Það er bara að segja coffee en koffín, ekki kaffi fyrir æfingu í dag. Fekk mér prótein og ætla að fá mér kaffi bara þegar ég kem heim. Í gær fór ég í smá crazy kast og ákvað ég ætlaði að byrja 8 vikna fitness challenge í dag. Þannig að ég bara var að preppa allt í gær fyrir daginn í dag. Ég lagaði til í húsinu svo ég myndi vakna motivated í dag í hreinu húsi. Ég bjó til markmiðalista sem ég skal setja hérna. Það sem sagt að helsta er náttúrulega bara að borða í hollari kantinum og æfa mikið. Ég er að taka calorie deficit. Seinstu ár hef ég verið í calorie deficit held ég hef ekki verið að trakka það. En bara með hvað ég borða ekkert það mikið og skammtarnir mínir eru yfirleitt frekar litlir þegar ég fæ mér. Skoðun mín þessa dagana eftir að vera búin að vera aðeins skoða svona calorie deficit dæmi. Ok, þeir skilja ekkert hvað ég er að segja. Sem sagt, þú verður að borða færri kaloríur heldur en þú brennur og þú ert með ákveðna grunnbrennslu sem þú ættir að geta reiknað út bara á einhverju svona reiknivél á netinu og svo ertu með kaloríur sem þú brennur á æfingu og bara yfir daginn þú ert bara, labba inn í stofu og tilbaka, eða skilur. Rauðmynd er svona bleika. Appelsínugula. En þetta bleika, já við bara... Tími hérna allir done. Ég er svo rauð í framan eftir þetta. Úrið mitt hefur aldrei verið svona hátt í kaloríum klukkan 8:34. Ég er komin upp í 1200 kaloríur brendar. Leit á úrið mitt í miðjum tíma hjá Nallíu og þá stóð 700 kaloríur og ég var bara mesta sem ég hef séð á æfingu er 500-600 fyrir alla æfinguna og ég var komin upp í 900 kaloríur fyrir þegar ég var búin og svo tók ég smá stiga ég ætlaði að taka hálftíma tröppur en ég er orðin svo svöng ég náttúrulega fekk mér ekki kaffi fyrir æfingu og kaffi heldur mér alveg sallri þannig að ég fekk mér bara smá prótein þannig ég er orðin ógeðslega svöng en ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að pynta mig skilur ég er alveg búin að taka nógu góða æfingu í dag þannig að já, ég bara tók svona 10 mínútur á tröppunum en ég er bara að keyra heim núna og fá mér að borða og vekja Ólafur fyrir leikskólann. Það er svo mikil kuldafall að því ég var íþróttafötin mín var svo sveitt, ég er að frjósa, ég fór bara í einhverja peysu og ég var fyrir sturtu á eftir þetta því að hérna er einn lítill gormur sem ég þarf að gera að borða. Ég ætla að fá mér súrdeigsbrauð samloku með
eggi og smjöri og ég var að kaupa þetta geggjað og þetta kombo, egg, sultursbrauð, love it. Samloka, hleðsla. Ok, ég búin að fara á Ólafur leikskólann, klukkan 8:10, ég reyli hann sein í vinnuna, en kaffi sem ég að vona að fylli mig líka því ég að finna smá svona svöng aftur, en fyrsta kaffi mitt í dag, þannig að það yfirleitt lætur mig vera svolítið sata. Ég ætla að taka með mér vatnsbrúsa og skyr, bara svona litla súkkulaðiskyrbóllu. Ég ætla að gera svona bakaða kartöflu og portobello-svepp í matinn fyrir mig og svo ætla ég að kaupa steik fyrir Brynjar til að hafa með því. En þú veist, yfirleitt, ég veit það hljóma kannski ógeðslega lítið, en sveppur og kartöfla, þú veist, það bara nóg fyrir mig. Þetta er líka svo stór kartöfla, þannig að það á planinu for dinner. Þannig að já, ég þarf að fara í búð eftir vinnu, kaupa steik. Ok, eitt í viðbót, að ég var bara að fatta þetta núna þegar ég var að keyra. Ég var að tala kaloríur og mat áðan og það sko minniskortið mitt fylltist. Þannig ég náði ekki beint að klára það sem ég var að segja. Þannig ég ætla bara að halda rétt áfram með það. Ég fyrir nokkrum árum hefði viljað heyra eitthvað svona, já, kannski ætti ég að skoða, þú veist, hvað ég að borða margar kaloríur. Já, bara hvort það sé mikill munur á því sem þú ert að, þú veist, borða á versus brenna. Ég fekk náttúrulega svona úr í jólagjöf. Þetta held þetta sé Galaxy úr, þú veist, þetta ekki eitthvað besta á markaðnum. Held þetta hafi kostað í kringum 6.000 kall á Amazon á tilboði samt. En þú veist, þú getur náttúrulega keypt rándýr úr sem eru miklu nákvæmari og svoleiðis. En mér finnst þetta alveg vera ágætlega nákvæmt, þú veist. Ég líka bara sirka þetta. Nú er ég hægt að tala kaloríur og farin að vinna. Og minn heim. Og var að segja Ólafur leikskólann. Hvað er heitt! Ég er að fá mér smá snarl af því að það er ekki alveg tími fyrir kvöldmat, en ég er svöng. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hvað ég fæ mér mjög oft svona seinni part. Bara hrökkbrauð sem ég set pizzasósu, ost, oregano, airfryer í 3 mínútur á 200 gráðum. Svo tek ég þetta og set eftir á, bara svona smá. Þetta gerir alveg mikið. Og þá erum við með geggjað snarl til þess að brúa bilið fram á kvöldmat. Ég keypti líka, út af ég fór sko í Fjarðarkaup og keypti fyrir Brynjar nauta ribeye, algjör veist, það var hann í kvöld. En ég ætla bara að fá með meðlæti, það er alveg nóg fyrir mig. Ég prófaði að kaupa þetta protein chips paprika frá einhverju merki sem ég sé ekki. Ég verði að gefa þessu svona 4 af 10. Ég gæti alveg nært að þetta, en þetta er ekkert rosa gott. Fjarðarkaup með mjög mikið úrval af svona hollu óhollu. Þannig að þegar ég er svona alveg craving eitthvað þegar ég er í svona átaki, þá til dæmis þetta hérna, sugar free svona hlaup sem ég á. Þetta er sugar free súkkulaði, mjólkursúkkulaði, þetta er ógeðslega gott. Svo ég ætla suðusúkkulaði, svona það klassík bara, jarðarber og suðusúkkulaði, jarðarber og sykurlaust-súkkulaði eða eitthvað. Nei, heyrðu, ég var búin að glemma, ég ætla að fá mér meðlæti á eftir, en ég ætla líka að fá mér, ég er með svona pastasalat, svona kalt pastasalat með alls konar gúrmelaði í. Þannig að ég ætla að fá mér það á eftir. Ég ætla að fá mér smá kaffi líka núna. Steikinn hans Brynjar að eldast. Kartöflan er inn í ofni, en sveppurinn er til og þetta er pastasalat frá gerðdeginum. Góð sveppur og gott pastasalat. Svo ætla ég og Óli verið í göngutúr. Úr mitt segir, já ekki alveg strax, við klæðum okkur eftir. Úr mitt segir 7578 skref. Já, við ætlum að fara í göngutúr eftir. Fyrir þetta. Ég er í einhverju tölvuleikja peysu á Brynjar, það stendur hérna nafnið hans. Tölvuleikja nafnið hans. En kartöflan er komin. Mikil fita í þessari máltíð því ég nota ekkert eðlilega mikið smjör fyrir kjötbita.
Þetta er gott. Steikin hans Brynjars að hvíla og svo ætla ég að skera hana og fara með til hans. Ég svo grænmetisæta fyrir þá sem ekki vita. Ég hef verið að grænmetisæta í mörg ár. Og ég sagði í einhverjum myndbandi daginn, þegar ég var elda steik fyrir Brynjar, að ég að fá svo mikið á svona steikar TikToks. Þú veist, fólk að elda og borða steik. Og mér finnst það svo gyrnilegt og ég fæ svo mikið kreið í steik. Samt þegar ég ekki borðað steik í sko 10 ára eða eitthvað. Og stundum fæ ég bara svona á ég bara smakka. Mér finnst samt alltaf svona þegar ég kom með hann actually á gafalinn, þá langar mér ekki því hana. En ég ætla að klára að borða. Hvað ertu að gera? Ólafur Örn, þetta má ekki. Hann búinn að vera að leika sér svo mikið að sulla úr glösum. Hann bara hvolfaði þessu. Smá parenting í beinni. Hörðu, ok. Nei, Ólafur var að sulla. Hann má ekki sulla. Þulur. Komin heim úr göngutúr og smá rólóstoppi. Strava segir hérna 2,41 km, 2100 skref. Og ég er komin upp í 11.000 skref hér. Þannig að hér eru allir sáttir. Nú ætlum ég bara að reyna að drekka ná vatni og fara snemma að sofa. Það er ángríns, þú verður að fara snemma að sofa til þess að forðast kvöldmannsið. Við bara tökum stöðuna á næstu dögum.